Nú ef mælingarnir í þýðunum tveimur eru jafn margar, þar að segja ef N1 er jafnt og N2, þá er auðvelt að sýna fram á að við reiknum út þessa vignu úrtaksdreifni, SP í öðru, hreinlega sem meðaltalið af dreifninni í úrtaki 1 og 2. Nú öryggisbilið, hér höfum við neðra jöfnuna sem við notum til að reikna út neðra markið. Við erum með meðaltal úrtak 1, meðaltal úrtak 2 og ég mæli með að þegar þið eru komið niðurstöður, þið hafið þarna 2 þýði, það er búið að taka úrtak úr báðum þýðunum og við reiknum meðaltal úrtakana, þá er ágætt bara að skýra þýðið þar sem meðaltalið er hærra, skýra það þýði 1. Og það gerum við einfallega að því að þá verður þessi hérna tala jákvæð, þegar x1 er stærri en x2. Og það er svona þægilegra bara, en þetta er ekkert nauðsynlegt, en það er svona, við gerum þetta til þæginda. Nú, þetta eru bara gildi sem við reiknum út frá úrtökunum okkar. Hér höfum við gildi sem við þurfum að fletta upp í T-töflu og þið sjáu hér fjöldi frígráða er N1 plus N2 minus 2 og við flettum upp eftir 1 minus alfa deilt með 2. Svo höfum við hér, og passið ykkur á því, svona reiknum við út SP í öðru og hér höfum við SP svo við tökum rótina af útkominu út úr þessum jöfnum, þessari nú eða þessari ef n-in okkar er jafn stór. Svo höfum við svo rótina hér af 1 yfir N1 plus 1 yfir N2. Og takið eftir því, hér höfum við fyrir neðra markið, þá höfum við mínus þetta gildi hér. Þannig við tökum mismuninn á meðaltölum úrtakana og drögum svo frá þetta gildi hér og efra markinu þá aftur mismunur meðaltala úrtakana en þá leggjum við þetta gildi hér. Nú við skoðum tilgátupróf fyrir þetta tilfelli þar sem við getum gert ráð fyrir að dreifnin sé svipuð. 0 tilgátan μ1 minus μ2 jafnt og delta, þar sem delta er bara einhver tala. Prófstærðin lítur svona út. x1 bar minus x2 bar minus delta, þetta er þetta gildi hér. Hér kemur SP aftur fyrir og svo höfum við rótina hérna 1 yfir N1 plus 1 yfir N2. Nú ef 0 tilgátan er sönn fylgir prófstærðin T-dreifingu með N1 plus N2 minus 2 frígráður og þegar til þess að finna höfnunarsvæðin þá þurfum við sem sagt átt okkur á, við þurfum að setja fram gagntilgátun okkar og ef það er einhliða minna en þá erum við með höfnunarsvæði vinstri hala, einhliða stærri en höfum við höfnunarsvæði í hægri hala og algengast er að vera með tvíhliða tilgátur og þá höfum við höfnunarsvæði í hægri og vinstri hala og hvort sig er alfa deilt með 2 stórt. Þetta eru allt gildi sem við flettum upp í T-töflu. Nú ef við ætlum að framkvæma 2 hópa T-próf þar sem dreifnin er ólík, að þá þurfum við ekki að byrja á því að reikna út vegna dreifni, þar að segja SP í öðru, en við þurfum hins vegar að reikna út fjölda frígráða fyrir tilgátuprófið með eftirfarandi formúlu. Þannig að ég ætla að leyfa mér að bakka hérna eina glæru að hér er svona kannski ekkit skemmtilegt að reikna út SP en hér er auðvelt að ákvarða fjöldi frígráða N1 plus N2 minus 2. Aftur á móti ef við getum ekki, eða sem sagt við þurfum að gera ráð fyrir því að dreifnin sé ólík, að þá verður svona hálfleiðilegt að reikna út fjölda frígráða. Þá þurfum við að gera með þessari jöfnu hér. Öryggisbilið að þar kemur SP ekki fyrir, heldur reiknum við reynilega með S1 í öðrum og S2 í öðrum. Þetta er úrtaksdreifnin fyrir úrtak 1 og úrtak 2. Aftur við flettum upp í T-töflu og takið eftir því, hér höfum við fjölda frígráða sem við þurfum að reikna út með þessari formúlu hér.
Sama, þetta lítur allt saman hérna eins út, efra markið, þá höfum við bara plús hér í staðin fyrir mínus og við getum svo skrifað öryggisbilið á þennan hátt, þetta verður bara einhver tala og hér verður einhver tala og þá höfum við öryggisbil fyrir mismun á meðaltölum μ1 og μ2. Nú við skoðum svo, hér höfum við öryggisbilin, þá höfum við tilgátuprófin þegar dreifnin ólík að þetta í rauninni lítur svona svipað út og áður, við höfum ekki SP, heldur höfum við S1 í öðru hér og S2 í öðru. Delta enn sem áður einhver tala, oft hún 0, en svo þurfum við að passa okkur hér þegar við finnum höfnunarsvæðin að þá þurfum við aftur að fletta upp og hér afsakið, hér villa og glæru, hér á að standa ny, það að segja þessi bókstafur hér. Þetta fjöldi frígráða hér þurfum við að reikna eftir þessari formúlu hér. Afsakið þetta. Svo hér þurfum við að skrifa, þetta gríski bókstafur ny. En allt góðu, við höldum áfram. Hér erum við með lítið dæmi að umhverfisstofnun í landi nokkru ákvað að rannsaka hvort stækkun álvers í landinu hefði áhrif á flúormengun í umhverfi þess.